Velkomin í Hrifluna, nýtt hlaðvarp Háskólans á Bifröst. Ég Magnús Skjöld, dósent við Háskólan og einnig umsjónarmaður Hriflunar. Meiningin með þessu hlaðvarpi að fá til okkar góða gesti, sérstaklega á sviðum þeirra greina sem að tengjast Háskólanum á Bifröst, heimspeki, hagfræði, stjórnmálafræði, en einnig viðskiptafræði, lögfræði, skapandi greinar, áfallastjórnun, stjórnsýsla og fleira slíkt. Það sem þættirnir munu eiga sameiginlegt að við munum takast á við stóru málin. Helst þau risastóru. Stórar, jafnvel alþjóðlegar áskoranir og beita til þess bestu þekkingu okkar og viðmælenda okkar, vonandi. En við ætlum auðvitað að byrja á stærstu frétt undanfarinna vikna, innrás Rússa í Úkraínu. En segja má að þetta sé sennilega eitt stærsti viðburður í Evrópu undanfarin áratug eða svo, að minnsta kosti. Þeir góðu gestir sem að koma til okkar í þessum fyrsta þætti eru Birna Þórarinsdóttir, framkvæmdastjóri UNICEF á Íslandi, Valur Gunnarsson, sagnfræðingur og rithöfundur, og svo okkar eigin Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði. Verið velkomin. Gott að sjá okkur. Þó að tilefni séu þetta ekki gleðilegt, en í dag, þetta tekið upp 5. 24. mars, akkurat mánuður síðan Rússar hófu innrás í Úkraínu og hófu þar með þetta stríð sem að stendur enn, því að Úkraínumenn hafa ekki ennþá gefist upp fyrir að því að maður taldi ofurefli rússneska hersins sem að virðist í rauninni verið í stökustu vandræðum með Úkrænumennina og það virðast vera jafnvel vísbendingar það að sögn vestrænna leyniþjónusta að Úkrænumenn séu bara í ákveðinni sókn eftir því sem maður heyrir. Valur, ég man að þú spáðir því hérna áður en þetta hófst allt saman í útvarpinu, ég heyrði í þér í útvarpinu að Úkrænumenn væru sýnd veiði en ekki gefin og ég var að viðurkenna að ég trúði nú því mátulega svona þessum tíma, átti nú freka vona því að Rússar tækju Kýv bara á 10-3 dögum. En hvað að gerast? Eru Rússarnir bara ekki að fara að hertaka Úkraínu næstunni? Hvað? Það virðist vera ómögulegt að sjá að annar hvor aðilinn getið sigrað bara á vígvellinum, bara það. Það enginn búinn að vinna heldur neina sigra eða tapa heldur, þannig að þetta bara búið að vera nokkuð fast nánast frá bara fyrsta degi og nema bara Rússar að beita þeim einu ráðum sem að þeir geta, sem eru yfirbyrju í stórskotaliði og skjóta á borgir og fyrst og næst Maríupol núna. En það mjög rætt að sjá að vera einhver niðurstaða á vígvellinum og þá spurning hvort ef þetta heldur áfram, hvort það sé bara eitthvað svona fyrir heimsstyrjalda sviðsmynd, bara hvort þjóðfélagi eru brotnar fyrr. Það ekki að sjá að Úkraínumenn séu að fara að gefast upp og svo að bjóst að drefi því. Þeir eru heldur ekki bólmakt til þess að ýta Rússum í burtu ef að Rússar beita sér af alefli sem að þau ekki að gera og þá er spurning bara hvort einastu borgu í Úkraínu verið lögð í rúst eða að Rússland riðlist á einhvern hátt og það verði annarkvort stjórnarbylting eða eitthvað sem leiði til þess að þeir kjósa að draga sig út. Ég man þú nefndir að úkrænski herinn væri í allt annari stöðu núna heldur en þegar Rússar tóku Krímskaga á sínum tíma. Jú. Og að þeir hefðu náð að byggja sig mikið upp á þessum tíma. Hvernig kom það til? Herforinginn læra alltaf á síðasta stríði. Já. Þannig að því að Úkraínumenn fóru illa út í Krímskaga og bara tekin á þess að fengir undir reist. Síðan brýst þetta stríði í Donbass sem farið hildið fram og aftur til að byrja með fyrsta árið og kom í ljós eða úkrænski herinn var bara alltaf til. Það var búið herforinginn að selja hann allan og mikið spilling og hann var bara tekin og endurreistur og endurþjálfaður og endurvopnaður af NATO og líka bara svo mórals svo undirbúin því hann var búin að vera í stríði í 8 ár og var reiðubúin undir svona átök en þetta móti verið stöður sem að Rússar hafi ekki gert þetta. Það talum að það sé að vera eða peningum í herinn síðan að vera að heyra sögur af einhverjum herforingjasnekkjum í Svartahafi þannig að það verið jafnvel sem að Rússar sé í sögubæra stöðu og Úkraínumenn voru fyrir 8 árum síðan að herinn ekki því ástand sem hann á að vera í að því að peningarnir hurfu eitthvað annað mögulega. Einmitt, ég skil, akkurat. Birna, þú ert nú átakafræðingur
ekki satt? Hvers konar stríð þetta sem þannig að spilast? Já, það nú bara svona sorglegt svar við því sem tengist núverandi starfi að vinna fyrir UNICEF. Það eins og þessi byrja svona einhvers konar war of attrition hjá Rússunum. Það því miður verið að beita vopnavaldi að því virðist bara óheflað á almenna borgara, á mikilvæga innviði, lífsnauðsynlega innviði. Það búið að gera árásir á yfir 500 skóla. Það hafa verið yfir 50 árásir gerðar ýmist á sjúkrahús eða sjúkrabíla. Vatnsveitukerfi eru í ólagi, það 6 milljónir Úkraínumanna sem búa við ótryggt aðgengi að hreinu drykkjarvatni og þar af 1,5 milljón tæplega sem hefur engan aðgang að hreinu drykkjarvatni. Þannig að það verið að ráðast á og beinlínis eyðileggja nauðsynlega innviði og almenna borgara. Þetta eru skýr brot á Genfarsáttmálanum, ekki satt? Jú. Og þar að leiðandi bara stríðsleipir, nánast, eða alfarið. Það verið að ráðast á almenna borgara og líf þeirra í mikilli hættu og vinnandi fyrir barnahjálpina þá þetta sérstakar áhyggjur af þeim aðstæðum sem börn í Úkraínu eru sett í. Opinbera tölur eru að 78 börn hafi dáið og 105 særst, en það talið nokkuð ljóst að tölurnar, raunverulega tölur séu töluvert mikið hærri því miður. Og kannski svona mest sláandi tölurnar að annað hvert barn rúmlega í Úkraínu á flótta í dag. Meira en annað hvert barn. Það eru 4,3 milljónir barna sem hafa farið frá heimili sínu til að flýja átök af 7,5 milljón barna sem búa í Úkraínu. Annað hvert barn á flótta? Já. Þetta rosalegt. Já, og þessi flóttamanna fjöldi sem núna á hreyfingu, þetta eru rétt tæpar 4 milljónir sem eru komnar út fyrir landamærin og orðnir þá svona formlegi flóttamenn í öðrum ríkjum og sá fjöldi sem á flótta innan Úkraínu fjórði hver Úkraínumaður, 10 milljónir íbúa. Þannig að þetta bara stærsta flóttamanna og mannúða krísa í Evrópu frá seinni heimsstyrjöld. Algjörlega. Eiríkur, þú ert búin að vera að skoða svona aðila eins og eru náttúrulega þannig fósvari eins og Vladimir Putin og svona populista og slíka menn. Hvað eiginlega í gangi hérna? Hvað í gangi? Já. Það ekki auðvelt að segja. Vladimir Putin hefur sjálfur lýst yfir að hann telji fall Sovétríkjanna og hvernig það bara hafa verið mestu geopólitísku hörmungar sem að riðið hafa yfir heiminn á undanförnum áratugum bara í okkar svona samtíma eða svo má segja. Og hann hefur auðvitað einhvers konar hugmyndur það að endurreisa einhvers konar rússneskt heimsveldi og hann hefur verið útþenslusamur í öllu sínu tali og þetta auðvitað ekki fyrsta sinn sem hann fer í landvinningastríð. Það eru svæði, mann tekur út úr Georgíu sinn tíma og svo innleimunin á Krím og þetta svona dálítið rosalegt framhald á þeim atburðum öllum saman. Þannig að það sem þarna í gangi þetta bara útþenslu stefna á grundvelli bara þjóðernishyggju. Það sem sagt hugmyndafræðin sem liggur á bakvið þetta bara þjóðernishyggja, klassísk þjóðernishyggja. Og hann hefur verið mjög valdboðsinnaður leiðtogi, hann þekkjum þessa sögu að eftir fall Berlínarmúrsins og Sovétríkin liðast í sundur að þá koma stjórnvöld sem að hefja einhvers konar ferð í svona humátt að einhverju vestrænu frjálslyndu lýðræði sem auðvitað gert hins vegar svona kannski ekki mjög markviss
svona, þetta ekki mjög markviss för, en þeir svona skakklappast í þessa átt. Fyrst og fremst í kapitalista. Já, í rauninni, og það náttúrulega, það farið í þessa sjokkþerapíu sem að svo var kölluð, sko, þar sem átt að taka einhvern veginn, stökk frá Sovétríkjunum að einhvers konar Svíþjóð í einu lagi en fara síðan alla leið yfir í einhvern úlfakapitalisma, sko. Og þetta leiðir algjörur hörmungar yfir þjóðina og sko Rússland á 10. áratugnum var ekki sérstaklega svona farsæll staður að búa á. Það var ekki mikil velsæld sem að fylgdi þessari breytingu, þannig að svona fyrirheitið einhvers konar vestrænt frjálslynd fyrirmyndaríki, það uppfyllist ekki, þetta fyrirheit heldur steypist bara beint á höfuðið. Einmitt. Og við þær aðstæður tekur Vladimir Putin við þegar Jeltsin stjórnin bara komin algjörlega að fótum fram og hann sjálfur bókstaflega að fótum fram, orðin sem sagt dagar bara uppi sem algjör hryggðarmynd af leiðtoga. Og þá kemur Putin nefndi ekki einu svona þakkanum fyrir stuðningin þegar hann vann forsetakosningarnar. Nei, einmitt. Samt hafði sko á Putin allt sitt Jeltsin að þakka. Síðan þessi sveigur, hann tekur dálítið langan tíma að fyrir Putin að svona sveigja alfarið af þessari braut sem að hafði verið mörkuð á Jeltsin tímanum, hann tekur alveg 10 ár í það. En síðan það kannski svona seinustu 10 ár, já, frá 2012 má segja, að þá hafi Rússland verið á einhvers konar svona för, þessar útstýrslu sinnuðu för og sem sagt hugmyndin erindi Rússlands og rauninni bara tilgang og hlutverk svona upphafin í einhverja svona divíníska hugmynd, sko, rússneska sál og rússneskt erindi og svo framvegis. Ég held hins vegar að það sé ekki hægt að færa fram einhvers konar rassjónal skýringar á þessari innrás þrátt fyrir þetta, þrátt fyrir að það sé hægt að teikna upp einhverja svona mynd, þá held ég að það sé ekki rétt mat sem einhverjir hafa verið að færa fram hérna í umræðunni, að út frá einhvers konar realískum kenningum í alþjóðastjórnmálum, að þá sé þessi innrás Rússa í Úkraínu einhvers konar rassjónal viðbragð við til dæmis stækkun NATO til austurs og svo framvegis sem hafi verið hægt að sjá fyrir eða jafnvel reikna út, þetta ekki þess áttar. Þannig að innrásin sem slík ekki skynsamleg. Reyndar íslenska hugtækið skynsemið, það nær ekki alveg utanum enska hugtækið rassjónal, en þannig að þú hugsaður þetta sem svona einhver svona rökrétt svar, þá held ég að svo sé ekki. Og þannig að þarna þetta afleikur, klár afleikur og ég held hins vegar þegar við erum að tala stöðu styrjaldarinnar, að þá ættum við að gæta okkur á því að þegar við erum að meta það að við höfum kannski ekki réttar upplýsingar. Ég hræddur að fréttina sem við fáum sé ekki endilega gefa alveg rétta mynd af stöðunni í styrjöldinni. Ég óttast að Rússum rauninni gangi betur heldur en að sumar fréttir af herferðinni gefið til kynna. Þeir virðast að beita gamalþekktum aðferðum sem bara veikja mótstuð andstæðingsins með hræðilegum aðferðum og taka sér langan tíma í aðferði sem þeir hafa betur umkringja borgir, búa bara til algjöran hrylling inn í þessum borgum. Fólk bara, það sveltur, það fær ekki aðföng og það grípur sig algjörar hörmungar og eyðileggja bara þessa staði. Já, það er beita, en ekki endilega með góðum árangri samt, Nei. Það er rétt að við náttúrulega getum ekki raunverulega átt okkur á hvað að gerast á vígvellinum,
En það má vera ljósamt að þetta afleikur. Já, ég held að það sé rétt, þetta afleikur. Já, þannig að það alveg sama hver niðurstaðan verður, þá voru hann alltaf slæm fyrir Pútín. Hann á kannski, hann á einhverja útgönguleiðir, ein sú að bara draga einhverja línu utan Donbass og hörfa þangað, loka úkraínska herinn af sem að stóra hluta þarna austanmegin, læsa hann einhvern veginn þar inni og taka þetta svæði og neutralisera dálítið deiluna vestanmegin. Þetta auðvitað eitthvað sem hægt að gera og Pútín getur auðvitað lýst yfir sigri með alls konar niðurstöðu. Mér langar aðeins þess að fara ofan í það. Fara eins ofan í bara stemmingun í Rússlandi, Valur, þú þekkir nú vel til þar og Eiríkur talar að sennilega eru við ekkert að fá alveg réttar fréttir eða við erum ekkert með alveg rétta mynd af þessu, en hver er myndin sem að almenningur í Rússlandi hefur af þessu? Er það bara í gegnum ríkisfjölmiðlana og trúa þeir því? Skilurðu, með þessa sögu og með Sovétríkin og Pravda og allt þetta, alltaf sögu, trúa þeir því sem að stjórnvöld segja? Rússar náttúrulega í sjálfsög trú aldrei því sem stjórnvöld segja, Þeir eru að langa reynslu í því. En samt geta þeir staðið með yfirvöldum þeir hafa ekki mikla trú á eins og þeir gera oft í sögunni, og einhverja skoðanakannir sína horfum að sé þriðja sem á móti, ég tala við Rússar og haldáfislega og það kemur óvart samt, þeir sem tala útlendingar eru kannski ekki gott mengi, en eigi að síður, þá rekst maður mjög reglulega á bara við urðum að gera þetta, við urðum að stöðva nasistana og svona, þannig að mér er svona haldáfistundu raknir sína að það er alveg sterkt og yfir 150-200.000 rússar hafa flúið land eftir þetta byrjaði. Þetta náttúrulega er rosalega breyndrein, þetta er unga og klára fólki, og það náttúrulega þeir sem að, vil ekki sitja undir sem þeir fara, það er ekkert annað yfirvald að biðla til, ólíkt því sem við gerst í Úkraína. Það er engin dómstólar eða þingið en eitt, þannig að það að steypa Pútín er óbúslega erfitt fyrir almenning. Það þarf eiginlega bara bókstaflega að gera það. En þessi skáldskapur hans Pútín sem hann byggir innrásina á er að þetta sé sérstök hernaðaraðgerð. Hann náttúrulega hlýtur að vera erfiðar og erfiðar eftir þess að kalla út fleiri og fleiri og þú veist, ég þekki fólk sem á einhverja bræður í Rússlandi eitthvað sem að fara áhyggjur á, Þannig að náttúrulega Úkraínumenn eru frá fyrsta degi í allsherjarstríði. Það er bara öll þjóðin er í þessu. Rússar eru að reyna að fara einhverju leið þar sem að almenningur á ekki taka mikið eftir þessu, sé ekki með viðskiptaþingarna. Ef þessi 15.000 manna mannfallstala er líklega svolítið ykkt en eigi að síðu, þá held ég að mannfallana sé talsvert og mun bara aukast. Það er einhver að segja að væri ámóta, bara orðið ámóta og í Afganistan. Já, Afganistan á 10 árum, 15.000 manns. Og þessi 15.000 manna tala núna, það er kannski líka þessi sem á horfið og liðlaupar og þessi særðir og eitthvað. Hún er ekki rétt, en þetta er náttúrulega óbúslega há tala á svona skömmum tíma. Og hver sem er rimlega að tala þá mun alltaf bara mannfall aukast báðið megin. En Rússar eru kannski minna undirbúnir undir það, því þeir átta sig kannski síður á hvað er að gerast þarna. Þannig að fleiri hljóta að fara að spyrja sig, Birna, þú ert náttúrulega í forsvari fyrir UNICEF og þar að leiðandi auðvitað með kannski yfir svona hvað er að gerast víðar heldur en bara í Úkraínu. Hvað er til dæmis að gerast í Rússlandi? Hefur til dæmis þessar efnahagsþvinganir, vitum við eitthvað hvort þær eru farnar að hafa áhrif á viðkvæma hópa þar eða fólki viðkvæmri stöðu? Ég þekki það nú ekki alveg, en það sem að við vitum hins vegar áhrifin af þessu stríði og efnahagsþvingununum á Rússa, við vitum að það er þegar byrja að hafa og mun hafa mjög mikil áhrif á fæðuöryggi í heiminum heilt yfir. Og það eru svona nokkri póstar sem að spila þar inn í fyrsta lagi eru Rússland og Úkraína sameiginlega. Þau rækta og selja 12% af öllum kaloríum sem eru á markaði í heiminum á hverju ári. Já. Þannig að meira en 10 hver kaloría sem er selt, ef við getum einfaldað þannig, kemur frá landamærahéruðum þessara tveggja ríkja. Já. Og Norður Afrika og Miðausturlönd eru mjög háð þessum ríkjum allan korninflutning og alþjóða matvælastofnunin sem sér birgðaflutninga á neyðarbirgðum að mat á þá staði þar sem mestu skortur er á næringu, kaupir 50% af öllu sínu korni frá þessum tveimur ríkjum. Til viðbótar bætist við bara hækkandi flutningsverð á öllu sem að þú ætlar að flytja og þar á meðal
fæðu. Þannig að áhyggjurnar af ástandi sem var slæmt fyrir, matvælaverð hafði ekki verið svona hátt í rúman áratug áður en stríðið braust út. Þannig að það má sjá fyrir nú þegar aukna vannæringu á jaðarsettustu, bara í jaðarsettustu samfélögum heimsins, mögulega aukna pólitíska spennu í ríkjum þar sem að fæðuverð mun fara hækkandi. Og bara svona alþjóðlega mun þetta hafa mikil áhrif. Þetta eru bara kornkistur heimsins hækkandi fæðuverð sem er bara búið að loka svolítið. Hækkandi fæðuverð hefur oft haft þau áhrif að leiða til byltinga það hefur gerst, vissulega. Og eins og venjulega þá er það svona það er þjóðir sem eru í viðkvæmustu stöðunni sem að þetta bitna mest á, eins og COVID. Já, við vorum með mjög viðkvæma og erfiða stöðu til dæmis í Jemen fyrir og nú fáum við bara mjög skuggalegar fréttir þaðan. Orðið hungursneyð er ekki orð sem er notað hvenær sem er til að lýsa ástandi sem oft er þá bara bráða vannæring og það er þetta bregðast við því en nú er fólk virkilega að fara að óttast að það verður hungursneyð sem að 100.000 í Jemenum munum búa við núna á komandi vikum og mánuðum. Þannig að við sjáum áhrifin nú þegar. Ég var í Rússlandi, Moskvu sem 2010 og ofboðslega heitt og það voru rosa miklu brunar í útjörnum og því var spáð að þetta myndi hafa áhrif á maturverð og kortverð í heiminum og geti jafnvel leitt til róstus í Miðausturlöndum og síðan kemur arabíska vorið bara beinum framhaldi þannig að það veit ekki hvað áhrif þetta getur haft bara langt í burtu. Akkurat, þannig að það geta komið svona ógnir úr svona ófyrirséðum áttum má segja. Það þarf ekki til að Rússland og NATO lendi í beinum átökum til þess að þetta geti haft alvarleg áhrif í það heim. Heldur betur. Já, en nú var eitthvað verið að tala það í morgun í fréttum að það væri farið að verða vart við svona ókyrrð innan leyni þjónustunnar í Rússlandi og það svona minnir mann á það er kannski svona eins og við nefndum hérna áðan, það er auðvitað engin stjórnarandstaða í Rússlandi, þannig að það er auðvitað fyrst og fremst einhverjir svoleiðis aðilar sem hugsanlega gætu komið til sögunar og velt Pútín úr sessi. Er það eitthvað sem er líklegt eða? Rússland er náttúrulega ríki sem að hefur sem er ekki lengur lýðræðisríki það verið þá að séu haldna kosningar og það eru gefin út einhver blöð og svo framvegis að þá er þetta ríki sem hefur færst mér hratt frá öllum svona eðlilegum skilgreiningum á lýðræði og er í rauninni bara orðið einræðisríki og þessi flokkur Pútins sameinað Rússlandi eru þetta bara hans enga eign, svo má segja, þannig að það er í rauninni ekki lengur neitt kerfi, svona eitthvað hefðbundið ríkiskerfi utan stjórnina í Kreml og til dæmis ef að við myndum vilja bera stjórnuna í Rússlandi í dag saman við bara Sovétríkjunum sínum tíma að þá er alltaf apparat sem var byggt upp í Sovétkerfinu, það er ekki heldur til staðar, það er ekkert politbjúró lengur, það er jú, það er þing og dúman er störfum og allt þetta en það er samt sem áður orðið þannig að það er í rauninni nánast engir valkostir til staðar við Pútín og ef þú tækir Pútín út að þá er nú hætt við að einhver svona álíka fígúra tækir nú bara einfaldlega við og þá fara menn að velta fyrir sér býtu eru líkur á því að herinn ger eitthvað í málinu maður sér það ekki alveg fyrir sér eða FSB, maður sér það ekki heldur fyrir sér Pútín virðist vera að hafa þetta nú dálítið mikið í hendi sér en hins vegar er alltaf eitthvað rými fyrir það sem maður sér ekki fyrir og það er einhverjir atburðir sem geta unknowns en það er ekkert sem maður sér fyrir að gæti orðið til þess að taka hann bókstaflega út. Ég sé það ekki hvað það ætti þá að vera. Dag frá degi, náttúrulega 5 dögum síðan var þetta friðarsamningana og í dag þá er þessi steypa Pútín og hann ætlar að halda í einhverja von
En það sem líka áhugavert í þessu hvers vegna misreiknaði Pútín sig svona óbóðslega. Og kannski það bara eins og herfóringin tilbúin í síðasta stríð og það verður örugglega einhver sagt 2014 sko, það ekki skynsamlegt að taka Krímska, það myndum kalla viðskiptaþvinganir og kannski stríð og hann hefur ekki hlustað á það og síðan hafði hann rétt fyrir sér í einhverju merkingu og hann var gríðarlega vinsæll í Rússlandi eftir að tekja Krímska og kostaði lítið og það náttúrulega líka að þetta steig magnast og mönnum færist meira og meira í fang en hitt hvaða upplýsingar fekk hann frá leynisþjónustunni, hvers vegna fekk hann þessum tilfinningu og ég fekk þegar ég bjó í Úkraínu, þetta var þjóð sem var reiðubúin til að berjast til síðasta mannsnánast, sko. Og eitt náttúrulega bara struktúralt dæmi eins og þegar Bandaríkin voru að undirbúa innrás í Írak að leiðtogarnir ákveða eitthvað og síðan fá þeir þar upplýsingar sem þeir vilja og menn fá stöðuhækkun kannski sem að segja það sem þeir vilja heyra, sko. En já, annað mögulega það nú búið að vera einhverja mannabreitingar nú bara upp á síðkastið, sko. Kannski hann fúll til leyniþjónustuna, kannski leyniþjónustu fúll til hann. En hann líka, sko, hann þrífst á átökunum, hann þarf á átökunum að halda, því að, sko, innanlandsþróun í Rússlandi hefur ekki verið, það hefur ekki verið mikið velsæld í landinu. Landið, þetta var 150 milljón manna þjóður sem orðið, sko, 140 miljón manna þjóður, þessi fólksfækkun í Rússlandi en ekki fólksfjölgun eins og víðast annar staðar. Þeir horfa fram á svona samanburða þjóðir, taka fram úr sér í efnahagslegu tilliti og svona ástand kallar auðvitað á gagnrýna svona umræðu heima fyrir í Rússlandi á stjórnvöld. Þannig að hvernig bregðast einræðisherrar við ólgu innanlands, það yfirleitt með því að sko efna til átaka við utanaðkomandi óvinni. Já, og fer ekki alltaf vel samt. Nei, fer ekki alltaf vel, en þannig að þú veist, hann svona það partur af held í málinu, sko, að það hendar honum ágætlega til þess að svona í bara svona klassísku einhverju diversion tactics að vera í átökum við einhvers konar utanaðkomandi afl. Held þess að hann hafi einhver leyti sko misreiknaða viðbröðin. Já. Sko, viðbröðin framanna voru mjög hálfvelgileg og þau voru kannski í takt við það sem að hann hefði geta reiknað út. Að sem sagt fyrstu svona vikuna, 10 dagana þá eru viðbröðin mjög svona veikluleg, sko. Lavrov sagði fyrir innrásina, við höfum áður lent í viðskiptaþvingunum og réðum alveg við það. En svo þegar menn fara í það að sko frista gjaldeyrisvarasjóð Rússland sem held ég sé nú svona stóra aðgerðin sem að býtur á svona það var helmingurinn sem átti að safna á þessum $300 milljörðum sem átti að og þannig að síðan komu loksins þessi viðbröð sem eru viðameiri. Já, akkurat. En áfram getur Pútín núna sko kennt báborinni stöðu heima fyrir erlendum illvirkjum og það hendar honum vel svona retorist. Sko. Jú, það mögulega að þetta saman. Það sko, ég held sér rétt að Pútín hafi svolítið metið stöðu sína svona, við sjáum hann mun á fyrri og seinni valdatíðast og hann var aldrei fyllilega farið, sko. Hann stígur fram sem tiltölulega ungur og hraustur maður með við Jeltsin og hann svona maður nýra tíma, sko. Hann ætlar að fleita tvöfaldar efnahaginn og bara gengur rosa vel. Sem að gerist og hann ætlar miklu til að því olíuverðið fór hækkandi sem að henda hann vel, sko. Nákvæmlega. Og síðan hverfur hann ekki fyllilega aðeins á sjónarsviðinu og kemur aftur, sko, 2012 og það 2011 og 2012 þá eru sko milljónmanna mótmæli, miklu meiri mótmæli heldur fyrir að síðar í Rússlandi og ég held að hann bara persónulega tekið því mjög illa og þá fer hann að koma með alls konar svona aðgerðir eins og þú nefndir og stærsta og mikilvægasta fyrir honum var innlimum Krímska að Rússland var að stækka og það ég held að hann svona kannski svona sér lifið svolítið því en hann fyrir líka að koma með allt aðra stefnu sem svona afturhaldssama, þú veist ótti við fjölmenningu og samkynhneigða og allt það, sko. Það fyrir bara að koma inn þarna. Þannig hann farin að byggja því en og þessi viðskiptaþvinganir 2014, það voru ekki katastrófal, en það gerði það samt að verkum að hagvöxtur búin að vera innan við 1% alveg síðan. Og rússar, þannig að núna líklega tölu alltaf myndir eins og bara við 2008. Þetta var svolítið fyrir og eftir. Akkurat. Og síðan ég sé hann að koma til þetta, en það var samt ekki nauðsynlegt út frá einhverjum svona skynsemisrökum vegna þess að staða Pútíns var ekkit velt
í fyrra, ég held sem miklu valdari núna þá, þetta miklu líklega alltaf flýta fyrir, þetta var ekki mynd viðbröð við einhverju fyrir síðanlegu að hann myndi missa veldir annars, þetta er hálf gerðaðislegt og hvernig sem fer þá eru líkur að því að setja áfram miklu minnetunar. Við slum taka eins svona smá svona geopolítíska skoðun á þetta eða svona, kíkja aðeins á þetta svona aðeins ofar, og ég meina, við sjáum að fyrir svona á síðasta ári og svona þá var mikið talað að lýðræði væri í kreppu, Vesturlönd væri í kreppu, Bandaríkjamenn hrökkluðust frá Afganistan og NATO með bara skotti á milli lappanna, það eru eitt, tvö ár síðan forseti Bandaríkjanna var Donald Trump, skiljiði mig, með öllu því vesenni sem að það hafði för með sér og uppbroti og veikingu á vestrænu samstarfi og öllu þessu. Við erum að sjá það núna að Vesturlönd verðast þjappa sér saman þennan málstað og það kann að hafa komið á óvart. En það eru forsetakosningar í Bandaríkjunum eftir 2 ár, er það ekki? Og það er allt eins líklegt að Donald Trump sigri þær. Nei. Hvað gerist það? Það var heldur fyrir þessa innrás getið að hafa verið einhver möguleiki. Mér finnst það mjög langsótt að... Þú veist það að minnka líkurnar á því? Já, ég held það. Þetta er fyrsta skipti bara sem bandaríska þingið sammála eitthvað árum saman. Mögulega hefur þetta þjappa bandaríska þjóða einhverju leyti saman því hún virtist það að klofna í sundur, Geopolítíska áhrif geta þetta verið margs konar. Það er augljóst, held ég, á þessum hræringum sem nú eru uppi að það er eitt ríki í veröldunni sem er í mjög góðu færi fyrir að græða verulega á þessu hvað varðar svona heimspolítíska stöð. Það er Kína. Kína er líklega eina ríkið sem að getur eitthvað tjónkað við Rússa. Það má segja með innrásinni í Úkraínu að þá hafi Pútín sett ólum hálsinn á sér og rétt Peking tauminn. Því að þegar að Vesturlönd loka svona gagnvart Rússlandi eða Rússland loka svona þá er rauninni leið þeirra til viðskipta í gegnum Kína. Og þannig að Kínverjar hafa hingað til svona umborið þessa framgöngu Rússa og hafa ekki beitt á neinum sérstökum þvingunum og ef eitthvað er að þá hefur stuðningurinn við Rússa bara opinberast betur og betur frá Kína. Þannig að þarna erum við að sjá einhver svona þungamiðju breytingu frá Vesturlöndum og austur fyrir. Á sama tíma erum við að horfa þá á einhvers konar nýtt járntjald rísa milli austurs og vesturs sem að liggur auðvitað ekki sama stað og gamla járntjaldið gerði. Heldur kemur upp nýtt tjald og þá er það spurning hvernig Kína fungerar inn í þessari heimsmynd og þá hvort að í kjölfarið á þessum átökum ef við bara gefum okkur að þau haldist innan landamæra Úkraínu vonandi dreifast þau ekki víðar þá sjáum við líka fram á einhvers konar nýtt kalt stríð sem eru þetta ekki sama kalda stríð og var hér á 20. öldinni heldur einhvers konar önnur eitthvað annað slíkt stríð þannig að þetta eru stór flekaskil sem að geta átt sér stað. Já, þetta er eiginlega kannski þetta fáa sem er fyrir sig. Munurinn á gamla kalda stríðinu, þar sem þetta voru 2 tiltölulega jafnvæga blokkir, önnur var reynda talsið sterkari en hinn. Og núna Rússland sem er 12. stærsta hagkerfi heims fyrir þetta og nú er dottið niður að það verður ekki jafnvægar ekki neittnátt jafnvíkt þannig að þessi 3 stóru herveldi sem eru Bandaríkin og NATO Rússland og Kína, það er eiginlega Rússland er búin að fjarlæga sjálft sig af skákborðinu. Það er valla lengur og maður getur séð mjög sjálfstæðar aktor, þeir hafa ekki burði til þess að vera að reyka held ég mikla utanríkisstefnu með löndum með að vera að hafa áhrif komið ljós að rússneski herinn er miklu vannbúnari heldur en heila nokkur átti von á og já, þannig eru meira bara Bandaríkin og Kína eftir sem að Rússland var veikasti aðalega sem 3 fyrir en núna held ég komin alveg. Talandi svona leikmenn á þessu alþjóðlega skákborði þá langar mig aðeins til þess að velta fyrir mig stöðu
Evrópusambandsins. Þú varst nú starfsmaður Evrópusambandsins á tímabili, Birna. Já. Hvernig metur þú hana núna? Þau hafa þetta verið að svona gefa yfirlýsingar það að varnarmálmunni skipa ríkari sess hjá sambandinu. Sko við höfum þetta bara séð miklu meiri samstöðu innan Evrópusambandsins, það ekki bara Bandaríkjaþing sem er loksins orðið samhljóma, heldur miklu meiri samhljómur innan Evrópusambandsins heldur við höfum séð bara í áraraðir, held ég að sé óhætt að segja. Og sko, við erum að tala hvað þetta svona trublandi atburður í alþjóða pólitík að sko, eitt af því sem við erum að sjá líka og eins og bara svona horfir að því starfi sem ég í núna sem eru mannúðamálin bara þessi ofboðslega breyting á afstöðu til flóttamanna sem við erum að sjá, sem að hefur haft mjög mikil áhrif á pólitík í mjög mörgum Evrópuríkjum síðast áratuginn og þá sérstaklega eftir 2015 og 16 og allavega ennþá, ég vona að haldist sem lengst, maður á eftir að sjá hvað gerist þegar að þanþol móttökuríkjana fer að þverra að það sko bara algjör hugafarsbreyting og ég heyrði frá ungverskum kollega mínum, hún sagði að þetta bara vatnaskil hjá ungversku þjóðinni, bara hugafarsbreytingin sem að fylgir því og maður heyrði það á tali ráðamanna þar að það bara sko umpólun í hvernig talað flóttamenn, hvernig tekið á móti flóttamennum og annað slíkt og við verðum þá að vona að eitt af því sem komi í framhaldi af þessu, ef við ætlum að reyna að vera bjartsýn þrátt fyrir allt, að sko bæði að móttökukerfi flóttamanna muni batna, að við þarf almennings bæði í sínu engalífi og í stjórnmála hegðun þeirra muni vera opnara og jákvæðara gagnvart flóttamönnum vegna þess að þetta stríð að sko stór auka flóttamanna fjölda í Evrópu bara á fordæmalausum skala en við vitum það að fjöldi flóttamanna mun síst fara fækkandi í heiminum. Þannig að svona, ég bjartsýnismanniska, ég að vona að svona smá ljós komið út úr þessu öllu saman. En það nú stundu verið talað það, eða talað það núna að hérna, þessi jákvæðu viðbrögð sem að flóttamannastraumurinn að fá í Evrópusambandinu beri nú vott rasisma. Þetta séu hvítir kristnir flóttamenn sem að koma núna en hérna og sér til dæmis bara munin á viðbröðunum í Kaupmannahöfn á milli flóttamannastraumsins út úr Sýrlandi 2015 og flóttamannastraumsins út úr Úkraínu 2022 sem að skýrir munin á þessum viðbröðum þetta hvaðan fólk að koma. Það blasir bara við. Jú, því ekki að neita, en það svo svo, ég heyrt fleiri segja sko að það líka bara á Íslandi búið að sína hvað raunverulega hægt að gera. Það ekki lengur að segja, nei, þetta ekki hægt, við getum ekki gert. Nú þegar það búið að sína fram að það hægt, þá jafnvel fólk sem að vera að vinna í þessum málu lengi sko, og náttúrulega þetta finnst sárt að einhverju áganir bíða en þeir allavega slíta á þetta sem mögulega bara gott fordæmi fyrir framtíðinni. Það verður erfiðar að segja tölvan segir nei í framhaldinu. Ég ekki vissum að þið hafi rétt fyrir ykkur hvað það var. Nei, akkurat. Mér ekki alltaf víst að vera þannig, það allavega möguleiki. En sko, þetta hefur þjappað, sko eins og við erum talið, þetta hefur þjappað í Evrópusambandinu saman núna, hefur gert það á þessum mánuði sem þetta hefur staðið. Hérna, og við vorum þar auðvitað með svona ákveðna aðila sem hafðu þetta verið til vandræða undanfarin ár eins og Orbán í Ungverjalandi og stjórnvöld í Póllandi og svo framvegis. Hvaða áhrif hefur þetta á þau lönd, á þeirra stöðu? Sko við erum náttúrulega ennþá í einhverju sem við getum kallað sko skammtíma áhrif. Við vitum ekkert hvaða áhrif þetta hefur til lengri tíma. Þetta eins og rétt að sko, og til dæmis skoða bara framrás nýþjóðernishyggjunnar, þessar populísku þjóðernishyggju sem við höfum séð hérna á undanförnum árum. Að þá hefur þessi þróun gengið langlengst í Rússlandi, þar sem þú ert í rauninni komið með bara þjóðernispopulísk stjórnvöld. En svo hafa önnur ríki verið svona í humátt á eftir í samsvarandi átt og það þess innan Evrópusambandsins 2 lönd sem hafa gengið lengst og það sem sagt Ungverjaland og Pólland sem að voru og sko Orbán og Putin voru miklu mátar og þetta voru svona stjórnmálamenn af svipaðri tegund sem að færðu fram svona svipaðar hugmyndir þrátt fyrir að miklu lengra hafi verið gengið í Rússlandi heldur en í hinu ríkjunum.
og eins og Birna var að segja hér áðan hafa orðið algjör skil þarna á milli sem sagt Ungverjar og Pólverjar standa bara frammi fyrir því að þeir geta ekkert annað heldur en tekið afstöðu með Vesturvöldunum og þá gegn þessari fyrirmynd sinni sem að þeir hafa einhvern hátt verið að fylgja þar sé að Pútín sem þegar hann ræðst inn í Úkraínu og segir sig bara lögum við allt siðað alþjóðasamfélag að þá í rauninni eini valkostur Ungverjalands og Póllands að bara stilla sér upp með einum frjálslynda vesturheimi sem að Orbán hefur haft algjöra fyrirlitningu á. Hann segir sjálfur að hann hafi fyrirlitningu á frjálslyndu lýðræði. Hann veit koma á einhverju fyrirbæri sem hann kallar valdboðslýðræði sem auðvitað bara oxymoron. Og þannig að þarna einhver breyting til skamstíma allavega, hvort að hún verði langvarandi, það vitum við ekkert við höfum auðvitað oft séð það áður að einhverjir svona atburðir breyta stöðu leikanda í stjórnmálum til einhvers tíma. Tekið annað dæmi, þó að séu þetta ekkert alveg sambarlegt að þá kannski svona lýsir það svona einhverju mynd, Svo til dæmis þegar Anders Behring Breivik fremur sér træðilega hryðjuverk heima fyrir í Noregi 2011 þá hrynur fylgið við framfaraflokkin í Noregi í sveitarstjórnarkosningunum þar á eftir vegna þess að Breivik hafði tilheyrt framfaraflokknum og var svona spyrtur við hann hvort sem að það var nú sanngjarnt eða ósanngjarnt að spyrna hann við framfaraflokkin að þá allavega einhvers konar bandstriki þar á milli og fólk hefur einhverja tilfinningu fyrir því að þetta sé svipað fyrirbæri og við sjáum sem sagt að þjóðernispopulistar í Noregi þeir bara algjörlega hrynja í fylgi 2 árum seinna í þingkosningum stuðningur og svo sami hann hafi verið fyrir atburðin. Þannig að segja bara sama í hrununni hér einhver leyti. Þannig að þau skamtíma áhrif segja okkur ekkert endilega svo mikið fyrir hvað síðar verður. Ég vil spyrja þig því að þjóðernispopulismi í Vestur-Evrópu, hann gjarnan andstæður Evrópusambandinu. En í Austur-Evrópu ekki jafn mikið vegna þess að þessar þjóðir eru hrædda við Rússa gjarnan og hafa einhvern veginn bara allt aðra hagsmuna því að vera í Evrópu og það náttúrulega hafandi verið áður helnum á Sovétríkjunum þannig að þjóðernispopulismi svolítið annars eðlis þar varðandi Evrópu þó þessi kannski ósammála einhvern gildum. Jú, það að segja þetta kannski þetta svona kannski svipuð afstaða gegn svona þessari frjálslyndu alþjóðasinnuðu svona för Evrópusambandsins að andstaða beggja gegn því en á mismunandi forsendum. Rauninni í Austur-Evrópu þá var náttúrulega inngangan inn í Evrópusambandið mjög mikilvæg yfirlýsing svona einhverja framtíðar þróun þessar ríkja, einhver framtíðar heimkynni þessar ríkja en þeir hafa alveg sömu andúðina á mörgum þáttum í starfi Evrópusambandsins og vilja gjarnan breyta því og vilja gjarnan að það sé einhvern veginn allt öðruvísi heldur það meðan og í Austur-Evrópu hefur þróast miklu svona valdboðsinnaðri útgáfa af þjóðernispopulum heldur vestanmegin. Vestanmegin þetta rauninni svona andstöðu pólitík miklu frekar og pólitík þess að svona rugla í kerfinu og einhvern veginn að svona trufla gangvirki hins frjálslynda lýðræðiskerfi sem að menn telja að sé einhvern veginn stilt upp gegn hagsmunum venjulegs fólks og það sé bara einhver elíta og sem að njóti góðs af þessu alþjóðasinnaða frjálslynda samfélagi meðan í austur í álfu að þá þetta miklu valdboðsinnaðri útgáfa og gjarnan inn í sjálfri valdamiðjunni. Svona öfl eru forystu gjarnan í stjórn ríkjana vestanmegin sem þau eru sjaldnar vestanmegin. En auðvitað sjáum við þannig að til dæmis Donald Trump í Bandaríkjunum þegar hann kemur til valda, það svona á þjóðernispopulistum grunni svona, sem meira svona eins og fyrirbæri sem að rekur bara teini í tannhjólið að vera svona rugla kerfið. Þannig að þegar þú berð hann saman við til dæmis Vladimir Putin þá getur maður sagt að þessi menn eiga nú kannski ekki brjálæðislega mikið sameiginlegt
en það þó einhver svona populískur samnefnari þó að hann sé á mjög ólíkan hátt, til dæmis hvað sem segjum á Trump að þá reyndi hann aldrei að safna sko völdum í einn hendur, hann var ekkert að reyna að auka áhrif og völd fósetembatsins, það var í rauninni hann var nú djöflast í fjölmiðlum. Hann var að djöflast í öllu, en hann var í rauninni ekki að reyna að ná einhverju svona stjórn á samfélaginu, hann var að rugla í umræðinni og berja niður og brjóta niður alls konar svona innviði. Nú hvetja til valdaráns. Já, hvetja til valdaráns og alls konar þess að en þetta var ekki sem sagt þessi sko valdboðs afstæða þar sem að þú bara með markvissum aðgerðum sko sölsar undið í ríkið sko. Nei. En má ekki segja að það sé líka bara vitnisburður styrkleika þessa módel sem að hefur lifað þarna frá 1776 sem bandarist viðveldi. Ég held að það að segja þrískipting ríkisvaldsins og þetta alls saman kerfið það bara leyfði honum ekki að taka völdin sko. Hann vildi setja Hillary Clinton í fangelsi og hann vildi þakka niður í fjölmiðlum. Hann var bara ekkert mjög markviss svindla í kosningum og hringdi í fylkisstjóra til þess að segja þeim að sko breyta kosningaúrslitum og svo framvegis. Sko markviss og kæll leiðtogi í þessari stöðu með þessa afstöðu hefði hugsanlega getað gert meiri usla heldur en sá sem hann Akkurat. Mér langar, að því að tíminn flýgur frá okkur, mér langar samt þess að komast inn á eitt mál í lokin og það sko við sko upplifum það eftir að sko Þýskaland sameinaðist miðja 19. öldina að það var til vandræða má segja í 100 ár með útþenslustefnu og ofbeldi og og sem auðvitað sko endaði í sko hryllingi útrýmingabúðana í seinni heimsstyrjöldinni og náttúrulega þurfti bara að kveða þá niður með samstilltu átaki Sovétríkjanna, Vesturveldana og allra þeirra sem að gátu lagt hönd á plóg. 10 árum síðar eru þeir orðnir sko aðilar að NATO og komnir inn í sko kol- og stálbandalagið og í dag einhver sko friðsælasta og stöðugasta þjóð jarðarinnar, forysturíki í vestræna heimi. Sko eitthvað svona mögulegt þegar kemur að Rússlandi eða verður það áfram til vandræða? Það allan nauðsynlegt og eins og nefndir með tíska dæmi dæmi það að þetta algjörlega tekist að snúa þessu við og þetta kannski mistökin eftir 91 kannski stóra vannýtta tækifærið hverjum sem það að kenna og Rússa ganga sko fyrstu árin í gegnum rosalega mikla sjálfskoðun það er aldrei mikil bókaútgáfa allt líka bara leifilegt að segja hvað sem sko allir að velta fyrir sig hvað gerist síðan kóðnar þetta niður óbáslega hratt og það má jafnvel segja þetta neikvæðar að lýðræðið í Rússlandi hafa enst í 1,5 ár þannig að ég held að skjóta á þingi og síðan eru kosningar 96 þar sem að Jeltsin kom með 2% fylgi og Sjúkanov og kommunistan eru langlíklegast til þess að vinna þá allt þetta í stað, Jeltsin engavæðir stórfyrirtæki gefið þau ólígörkum fær þannig stuðning þeirra sem fjölmiðla Bandaríkin kom með lán og náttúrulega vil ekki sjá kommunista taka yfir Rússland aftur sko. Þetta eru kannski einu frjálsu kostningarnir sem Jeltsin tekst með bræðum að vinna og síðan veikur allan seinna kjörtímabilið og síðan tekur Putin við og sigrar í heiðarlegi kostningum 2000 en hann bara arftaki og síðan hann bara áfram sko. Þannig að bæði mistekst að búa til lýðræði í Rússlandi á þessum tíma en það mistekst líka að gera þá einhvern meira hátt part af alþjóða samfélaginu þau ganga inn í ÖSE og fá sæti í G8 en það má vera líka að spyrja sig sko en Jeltsin tekur þessi stækkur NATO illa Putin gerir það aftur og allir hugsanlega forsetar Rússlands hefur tekið inn illa en það er auðvitað ímynd sér neitt annan eftir Putin ráðast á Úkraínu því það er óröggrétt frá sjónarhóli Rússa en þannig að spurningin NATO að tekið inn í Þýskaland 10 árum seinna hefði það verið möguleiki það hljómar fáránlega núna en þetta var eitthvað sem var að velta fyrir sér sko fram yfir 2000 en hver svo sem ástæðan vonandi bara gefst aftur okkar líftíma tækifæri til þess þegar þetta allt yfirstaðið og að gera Rússland part af samfélagi þjóðan og af Evrópusamfélaginu því að annars mun alltaf verið til vandræða það ekki gott að hálft eurasíska meginlandið sem myndir og Rússland ekki að fara neitt sko það er ekki að fara neitt byggja múr í kringum það með 6.000 kjarnorkuvopn
og þó að við farið fækinn, þetta er bara starrinn sem við þurfum að búa við og einhvern veginn að ná því betur tökum á heldur en við erum árið undanfærið 30 árum. Einmitt. Og þó að þetta stríð sem algjörlega Putin að allt það, sko. Ég held að þetta séu bara prýðilega lokaorð. Þakka ykkur kærlega fyrir komuna, búið að vera mjög fróðlegt að hlusta á ykkur. Takk fyrir að koma í fyrsta hriflu þáttinn og bara, já, vonandi fer þetta nú að taka enda, þetta vonda stríð. Takk fyrir. Takk fyrir. Já.